Góðan daginn. Ég hef ekki jafnvænur að standa í pontu eins og Arnar Sigmundsson, en ég hef reyna að koma ykkur á með. Þarna eru tveir vinnufélagar sem voru, Andrés Bergersen Hals og Jens Jóhansen. Þetta er tekið öfriðaðinn hjá Netvæki Reykdals. Ég lærði þar fyrir 65 og var þá þegar við var lokað, 72, eða selt. Þá keypti Ingólfur reksturinn og Páll Helgason keypti neðri hæðina og Óskar Matt keypti efri hæðina. Þarna eru tveir, þetta er gömul mynd, það er Arnmundur og Reykdal félagar. Þarna eru bræðurnir Hólmberg og Reykdal Jónsson, þeir Hólmberg var lengi hjá honum, alveg bæði hér og í Eyjum og svo líka eftir að flytta Reykjavíkur og þarna eru fjórir, Reykdal og Friðþór frændi, Þorsteinn Stefánsson og Elías frændi hérna eftir það. Þarna er Addi og Jens Jóhansen og svo var ég þetta á Guðbjartur Danielsson, hann var að velja hótelrippið þarna og það er sem að verið myndefni það var nýbúið að vélvæði þetta. Þetta var í höndunum áður og þó kom árið 66. Þarna er Gyða Margrét Arnardóttir, hún vann, sá mér eitthvað laun í nána þvílíkt og hérna svo þegar það var eitthvað að slá slöku við að þegar skrifstofurinn búið þá var hann bara sendt út á gólf að vinna í nettum. Og Einar Rönn, hann vann bæði hjá hann hérna og síðan í Kópavoginum í þó nokkur ár. Og það var unnið hérna það var dragnættur og fiskitörn og hérna og langur vinnudagur og svo náttúrulega bara að geta þessu stundu þurfti að spýta í þegar þetta voru rafeintistar og það mátti ekki vinna eftir sólarlag á hösti, það var sólarlagi á laugardegi og þá var bara að keyra hraðar. Kappast eins og Jens Ferringur sagði. Kappast. Ég ekki með fleiri myndir, þannig að... Nei, svo bara þetta var... Það vantar svo mikið efni þetta, en Netvækirinn var stofnuð 1938 og stendur þarna og síðan byggir hann húsið 1943 og selur svo alltaf helmingin í þessu 62. Og Addi rekur þetta fram að 72 og þetta var fjölmenni vinnustöður og mikið að vera. Yfirleitt voru 10–15 manns að vinna eftir áttíðum og svo var mikið samvinna hjá þeim Ingólfi og honum þegar það var mikið annar tími hjá Ingólfi. Það voru enn lánaður uppbyttir og sama var á vori þegar það höfðmannvestið var að byrja á hana þvílíkt og þá voru lánaði menn niðurstir. Og Addi fór, hann var hjá Ingólfi, einn af þeir sem var sendur norður í land á Siglufjörð þegar ég held að bara verið í stríðinu, bara 3–4 og var hjá honum þá og þar gerðist ýmislegt sko. Og hérna, og svo voru þeir ættið félagar sko, Ingólfur Addi og Addi fór að vinna hjá honum, það var sama vegið þar sko, hann sá bókaldið hjá Ingólfi hérna þegar Ingólfi keypti á reksturinn, sá bókaldið og svo var hann komin út á gólf þegar það var búið að klára þetta að gera á skrifstofunni, þá var hann komin út á gólf í netinu og leið. Ég hef voðalega litlar, nema bara minningar frá sjálfinni sko, frá því maður pegið bara þarna, byrjaði að sniglast þarna, sennilega 6–8 ára, þetta var aðalegsvæðið niður á bryggju og svo kom maður hérna og það var eitt að nota mann eitthvað svona, reiki nálar og annað þvílíkt. Og svo endaði maður þarna þegar byrjaði að vinna þarna þegar maður hafði aldur til og lærði þetta svo fyrirast. Ég hef nú ekkert meira þetta að segja svona.
Gulli, fyrir því aðeins, lendur þú aldrei í pókana hjá þér? Já, ég ætlaði að þegja við þessu en við leituðum mikið þarna og við erum náttúrulega báðir allir upp á Brekku og Stjáni, sko. Og við hafa reynt að nota okkur eitthvað svona, þessar stundu vorum við ódælir og það var einn ónefndurlaður, hann var frekar ódælt, það þýtti ekki að henda honum úr. Þá var hann settur í strigapoka og hýfur upp í loft. Það er út úr mólþættin, hann dó ekki ráðast, hann var við vasanum og hann séður sjálfur. Já, svo var hann því að kom út í Gamarsögu og þá sagði Addi mér eina þegar við vorum norður á Siglufirði, það var ekki lítið að vera og Sigga Veiður var þarna líka og föngulegur maður og það var einhver stúlka sem bauðum þegar lítið var ekki bauðum í Brekka og þeir byggðu spenntir eftir hvað myndi gerast, hvað gerðist í Brekkanum. Og hann fór að segja þeim frá og Siggi var náttúrulega mikið húmoristi og hann sagði hún fór að sýna mér myndaalbúm, já, og hvað svo? Já, svo slökkt og ljósið. Og hvað gerðu þá? Ég kveikti bara aftur svo. Þá bara komið að veiðarfæragerð Vestmannaeyja. Magnús Birgir Guðjónsson var svo. Já, góðan daginn. Ég ætlum að fjalla veiðarfæragerðina. Eitthvað svona. Byrjum bara á þessu. Ekki við nýttum mækanum aðeins neða svo ég sjá fram. Gulli er svo stór, sko. Veiðarfæragerð Vestmannaeyja var eitt af elst starfandi fyrirtækjum í Eyjum. Saga fyrirtækisins spannar 62 ár og hefur það allan þann tíma verið í eigu sömu fjölskyldna. Upphafið að stofnun fyrirtækisins var samstarf þeirra Svila Magnúsar Magnússonar og Þórðar Gíslasonar. Það var stofnað árið 1939 og gekk fyrst undir nafninu Neteggir Magnúsar og Þórðar. Mikill uppgangur hafði verið hjá fyrirtækinu áður en veiðarfæragerðin var stofnuð. Starfaði það fyrst og fremst af komu nýsköpunartogarana Elliðar og Bjarnareyjar sem bæjarútgerðin keypti. Komu togararnir til Eyja í árslok 1947 og upphafi árs 1948. Synir þeirra Magnúsar og Þórðar, Guðjón, Kristleifur og Hallgrímur hófu fljótt störf hjá feðgum sínum. Svo fóru ákveðið var að synirnir gerðust meðeigendur í fyrirtækinu. 5. ágúst 1948 var stofnað hlutafélag reksturinn og leifa nafni fyrirtækisins breytt í Veiðarfæragerð Vestmannaeyja. Upprunalega var Neteggirinn til húsa að Strandvegi, þar sem Eyjabúð og síðan BK-gler voru og síðar á efri hæðina Heiðavegi 3, þar sem prófasturinn var til húsa. Seinna fluttist fyrirtækið á Strandvegi 77 og svo skildingað 8. Það var nóg að gera þetta. Viltu kannski segja frá þessari mynd hérna? Já, þessi mynd hérna niðri. Hún er af Ingu Rönku Magnúsdóttur og Þorvaldi Kristjánssyni og Kjartani Múla. Þau voru að setja hérna net utan á kúlur sem voru náttúrulega flotið á þorskunetunum þá. Þetta er á gólfinu. Nú, það er gaman að geta þess að þegar þeir félagar Magnús og Þórður voru nýbúnir að stofna Netegerðina og Netegerð í Eyjum farnir að hugsa að veiða í þorskanett. En enginn kunni að fella þau. Þeir félagar dóu þó ekki ráðalausir. Þórður fór til Færeyja, var þar í nokkra vikur og lærði að fella. Og eftir það var nóg að gera í fyrirtækinu. Fjöldi manns vann hjá fyrirtækinu bæði karlar og konur en 20–25 manns unnu þá í fullu starfi. Magnús kenndi lengi ungum eyjamönnum verklega sjóvinnu, fyrst við verknámsdeild Gagnfræðaskólans í Vestmannaeyjum, þar sem kennt var netabætning og felling neta. Við stofnum Stýrimannsskólans í Vestmannaeyjum 1964, kenndi hann ásamt sonum sínum og Hallgrími Þórðarsyni fjölbreytta verklega sjóvinnu fram á síðustu æviár. Þegar synir Gríms og Gauja, Þórður, Halldór og Birgir fóru að vinna hófa þeir störf við Veiðarfæragerðina og allir lærðu þeir netagerð. Gosið 1973 fór ekki fram hjá þeim félögum Grím og Gauja, frekar en öðrum.
Veiðarfæragerðin hrundi en þeir voru svo lánsamir að ná mestu af tækjum og tólum úr húsinu. Var stefna tekin á Þorlákshöfn en þaðan rifu flestir viðskiptabátar fyrirtækisins. Var það leigt húsnæði af Guðna Sturlusyni útgerðarmanni undir neitaverkstæði. Eftir veruna í Þorlákshöfn fóru Guðjón og Grímur að svipast eftir húsnæði í Eyjum, enda atvinnulífið komið að fullt og vantaði orðið veiðarfæraþjónustu þar. Því var ákveðið að drífa í flutningi. Tækjum og tólum veiðarfæragerðar í Þorlákshöfn var pakkað saman, sett borðið danska piltu vaffi og siglt til Eyja. Þar var dótinu komin fyrir í nýju húsnæði og byrjaði að nýju. Nánast á sömu torfunni en húsnæði skiptinga við 8 hafði hrunið og var ónýtt. Úr var að þeir gerðu samkomulag við Vestmannaeyjabæ og viðlagasjóð að hafa makaskipti á rústum gömlu veiðarfæragerðarinnar og skiptinga við 8. Húsnæði skiptinga við 6 var óeinangrað og ópússað, var innan sem utan og því þurftu starfsmenn að taka til hendinni við að gera það að vislu og vinnustað. Sjálfur einangruðu þeir pússuðu, máluðu og staðsettu fyrir starfsemina. Oft var glatt á hjalla í veiðarfæragerðinni og það skapaði svo hefð að halda þar svokallað desemberfest. Þá komu saman starfsmenn veiðarfæragerðarinnar og sjómenn af þeim bátum sem voru í viðskipti með fyrirtækinu og áttu saman skemmtilega stund. Það var greitt á margvíslegan hátt, snaddur var kvöldverður og síðan sungið og spjallað fram eftir nóttu. Frá 1973 hefur veiðarfæragerðin gert lykilhlutverk í undirbúningi 13. í Eyjum. Því þar hafa flestu kynjardýr og forynjur sem taka þátt í gleðskapnum fæðst. Svo saga veiðarfæragerðarinnar tengir fleiri en bara atvinnusögu Eyjanna gegnum tíðina. Veiðarfæragerðin hætti síðan rekstri árið 2001. Ástæðan fyrir því var sú að útgerðarmynstrin í Eyjum hafði breyst. Allir þessi litlu gömlu bátar milli 50–80 tonn fóru í úreldingu, bæði vegna aldurs og einnig kvótaleysis. En þessi bátar voru aðallega viðskiptavinir fyrirtækisins. Auðvitað saknar maður veiðarfæragerðarinnar. Það var margt brallar og margir kynlegir kvistir komu við sögu í þessi 62 ár. Það var hægt að segja margar skemmtilegar sögur og veiðarfæragerðinni en það tæki allt á langan tíma. Kannski seinna, hver veit?